þetta ég, Gluggagægir hérna. Herðu, í dag ætlum við að lita meira. Nú, hann bróðir minn, hann Hurðaskellir, hann litaði pappa hérna í gær, hann Leppalúða. Og ég fæ það óheppilega hlutverk að teikna hana mömmu. Að lita, meina ég öllu heldur. Nú, eins og þið vitið, þá hún Grýla mamma, hún getur verið dálítið erfið, sko, þannig að ég var að vanda mig ekstra mikið vel. En jólakötturinn, hann hvæsti á mig í gær. Þannig ég hugsa að ég ætla að hafa hann eitthvað svona skemmtilegan lit. En við ætlum að byrja á trjánum og því svona fyrir ofan. Kíkjum á þetta. Jæja, þá erum við búin að gera þessi stærstu tré þarna sem eru þarna fyrir ofan hana. Nú ætlum ég að einbeita mér að grenitrjánum og runnunum hérna aðeins fyrir ofan kisa. Kíkjum á það. Jæja, þá er nú grunnurinn á jörðinni hérna komin í lag. Ég held satt að ég fari svona og seti nokkra svona dekkingar í grasi hérna í jörðinni til að gera þetta svona aðeins snyrtilegra. Jæja, þá er ég búin að gera svona jörðina og svona, ég ætla að spara kisa og mömmu þangað til í lokin, sko. En hérna, ég á nú samt eftir að gera himininn. Og við vitum nú öll að hann er svona blár á litinn, sko. Ég ætla svo aðeins að gera hann fínni, sko. Og þar höfum við það. Nú, því næst ætla ég að gera hérna sleifina sem mamma heldur á. Hún er brún, að sjálfsögðu. Og núna er mamma að búa til einhverja svaka fína súpu, vona ég. Ég hugsa að ég hafi súpuna... Ég hugsa að ég hafa hana bara... Hvernig ætlum við að hafa hana litinn? Ég hugsa að ég hafa hana svona mosagræna á litinn. Hún er nefnilega á keto, hún mamma, sko. Og hún er örugglega með eitthvað mosa ofan í súpunni sinni. Næst ætlum við að gera pottinn. Ég hugsa að við höfum hann svona gráan. Og þar höfum við það. Nú, næst ætlum ég að gera kisa. Það var eitt sem ég gleymdi að segja ykkur. Í gær, þá hvæsti hann kisa á mig. Alveg. Þannig ég hugsa í dag, og hann veit ekki af þessu, sko, ég ætla að lita hann appelsínugulan. Ná fram mínum hendum, sko. Þannig að appelsínugulu kisi á leiðinni. Sjáu hvað hann er mikið dúlla. Þá ætla ég að gera tennurnar hans. Það eru bara svona gular. Og tungan þess að sjálfsögðu, svona rauð. Ég hef trínið hans líka rauð, hugsa ég. Sko, og þar hafði ég kisa. Jæja, þá er komið að henni mömmu gömlu. Það ég hugsa, sko, mér sýnist nú, hún er verið með svona svaka fína svona pels hérna. Eða hvað á þetta? Jó, svona trefil eða eitthvað slíkt svona utanum. Og ef ég þekki hennar mömmu mína rétt, þá fór hún örugglega í fjólubláa treflinu sínum út. Og þá ætla ég að fara yfir í kápuna hennar mömmu og það er svona dökkbrún kápa. Hún er alltaf í henni, sko. Svo sýnist mér og mamma vera í rauðu svöndunni sinni, sko. Þannig að við megum nú ekki gleyma henni. Ára skotnirinnar. Já, þetta fyrir nú allt að koma hjá henni mömmu, sko. Og ætla ég að gera tennunarinnar. Hún er ekki alltaf dugleg að bursta sig greið, þannig að þær eru því miður svona gulleitar, sko. Það er nú bara allt í lagi. Og tungan hennar að sjálfsögðu. Tungan hennar, mömmu, hún er svona rauðbleik, sko, þannig að við höfum það líka.
Og þá er það hárið. Og það er nú kolsvart, sko, þannig að... Þá ætla ég að gera hornin hennar mömmu, sko. Og þau eru svona gul, sjáu þið. Og ég hugsa, finnst þú nú með svona gular tennur og gul horn, þá ætla ég bara að gera nafni á henni gult líka. Hafið þið það, krakkar mínir. Hérna er hún mamma með jólakísa að búa til einhverja súpu. Finnst ykkur þetta ekki fínt?